Herðu, ég ætla að bjóða okkur rísa fætur. Þið tilbúin að lofa Guði í kvöld? Yes. Guði góður, hann hér til að mæta þér í kvöld. Og hann líka, við erum líka komin hingað í kvöld til þess að lofa hann. Við erum ekki bara komin til þess að fá, heldur við komin til þess að gefa honum. Skapara himins og jarðar, konungi konunga, lofgjörð, heiður, dýrðina sem hann á skilið. Amen. Við ætlum að fara smá old school í dag. Er ekki til í það? Við, eins og Silvía sá á æfinguna, ég er komin heim. Þannig ætlum að fara í svona gömlu góðu. Heilaði far, ég þakka þér Drottinn fyrir þennan dag. Ég þakka þér Drottinn fyrir nærveru þína sem að leysir og sem að læknar Drottinn. Heilaði far, við bjóðum þig velkomin hér í kvöld. Ég býð þig velkomin að koma og starfa mitt á meðal okkar Drottinn. Faðir minn, við beinum sjónum okkar að hásæti þínu. Við setjum til hliðar allar truflanir sem eru kannski að trufla okkur frá því að bara geta einbeitt okkur að þér Drottinn. Ég býð bara fullkominn frið í hjörtun okkar í kvöld. Fullkominn frið, fullkomna ró Drottinn. Ég býð fyrir þeim sem eru búin að upplifa kvíða í dag. Ég býð Drottinn minn að koma með þína ró og þinn frið. Í Jesú nafni, þakka þér Drottinn fyrir nærveru þína sem að leysir okkur og sem að læknar. Amen. See his love nailed onto a cross, perfect and blameless life, given a sacrifice. See him there, all in the name of love, broken yet glorious, all for the sake of us. This is Jesus. So undeserved, freedom I should now know. All my sin, all of my hidden shame, died with him on the cross, eternity won for us. This is Jesus in his glory, King of heaven, dying for me. It is finished. He has done it. Death is beaten. Heaven beckons me. Such a love, such a love, such a love is this for me. Yeah. Such a love, such a love, such a love is this for me. Oh, such a love, such a love, such a love is this for me. A love that covers me. Yes. Such a love, such a love, such a love is this for me. Yeah, yeah. This is Jesus in his glory,
for me, a love that covers me, yeah. Such a love, an amazing love, such a love, such a love is this for me, oh, such a love, a great big love, such a love is this for me, oh, such a love, such a love, such a love is this for me. This is Jesus in His glory, King of heaven, dying for me. It is finished. He has done it. Death is beaten. Heaven may God. This is Jesus in His glory, King of heaven, dying for me. It is finished. He has done it. Death is defeated. Heaven may God's Jæks. Góða kvöldi og velkomin á United Reykjavík. Yndislegt að koma úr þokunni inn í ljósið og skýrleikan. Það er bara stundum þá bara, ég fór í sund í morgun, hæ, elskan. Ég fór í sund í morgun og ætlaði náttúrulega bara að gera eins og anda alveg og fekk svo í hálsinn. Og svo hugsa maður, hvenær er það þegar maður fær fréttir að það er mengun í loftinu og þá fór ég að finna í hálsinum eða fann ég var þetta ímyndin úti þegar maður heyrði eitthvað og fer maður að finna til. Það er ekki lent í þessu. Þetta er eins og þegar maður var hringt í mann frá skólanum og segja krakka það væri lús í skólanum. Og það allt í einu fær maður alls konar einkenni. En ég vona að einkennin ykkar verða þannig í kvöld þegar þið farið hérna út. Að þið hafi heyrt sannleikann og lygin hrynur á ykkur og það sem er búið að setja yfir ykkur að þið sé svona og hins eina og þið verið búin að gera þetta eða hitt eða þetta er í gangi í lífi ykkar eða hvað sem er og þú bara ferð að beygja þig undir það og bara finna til og skammast þín og koma inn með skömm og bara einhvern stimpill sem er búið að segja þú og bara ferð að haga þér eftir einhverjum stimplum eða einhverjum orðum sem eru sagt yfir þig. Þannig ég vona að það verði öfu áhrif heldur en ykkur segir við þig að það er lús í skólanum og fer að klóra þig heldur ykkur sem segir við þig að þú ert algjörlega hrein og lýtalaus að þú ert elskuð og elskaður og við komum bara til dyranna eins og við erum klædd. Þú kemur á bara, það var einhver setting sem að Inga sagði daginn og Inga kannski manst það. Þú veist, við komum, Guð er ekkert að biðja okkur að fara í sturt á hann og fyrir baði eins og ég sagði ykkur þegar mamma fyrir að taka til áður en að kona sem á að þrífa, kemur að þrífa hjá henni. Komdu bara með þær byrðar, þá vitleysu og það sem þú gengið í gegnum og á þeim stað sem þú ert í dag og bara legðu á Guðs altari og segðu, vertu bara heiðarleg og heiðarlegur frammi fyrir Guð og segðu bara þetta er staðan Guð, ég þarf á þér að halda. Og trúðu mér og margir vitnisburðir hérna inni, margir einstaklingar sem geta sagt að það er svo gott að koma til Jesú og leggja bara og vera heiðarlegur frammi fyrir honum. Og það eru bænarefni í kvöld, það er fólk akkurat bara hérna í salnum sem hefur beðið bara, þeim langaði ekki að koma í kvöld, en það ákveða að koma samt, ykkur skömm, ykkur átök, eitthvað í gangi í lífinu, en þau komu samt. Og það er svolítið staðan okkar oft og er núna í kvöld líka.
Jesús elskaði og hann vil bara fá að sjá í hjarta þitt og það sem þú þarft að gera eins og Óli segir svo ofta með hurðina að hvað segir alltaf Óli? Handfangiði innan á, Arnar notar þetta líka, að það hurðin, handfangið þú verður opna fyrir Jesú inn í hjarta þitt. Takk Jesús. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir þetta kvöld. Ég þakka þér Drottinn fyrir hvern og einn einstakling sem hérna í kvöld. Ég þakka þér fyrir alla þessa fjölskyldu okkar. Og ég þakka þér Drottinn að þú elskar okkur, það fyrir ekki manngreina álit. Þú bara horfir í hjarta okkar og sér bara ástina. Þú sér gjafir okkar og hæfileikar sem við fættumst með. Þú sér hjartalagið okkar og þrána, löngunina, kærleikan sem við höfum til ástvin og fjölskyldu okkar sem eru jafnvel í ekki neinu sambandi við okkur. Og ég biðji Drottinn líka þessa von sem við eigum að þegar það komið brot í fjölskyldur á milli maka eða barna eða foreldra, vina, systkina, að þá þú Jesús, þú veist hvað þarf. Og ég biðji heilaga Andi bara að tala til einstaklinga inn í kvöld, í lofgjörðinni og í orðinu og ég bara þakka þér fyrir Ísabellu og Þráin sem að hafa lagt gjöfina og gjafirnar sem þú hefur gefið þeim á þitt altari inn í kvöld til að þjóna til líkama þíns á Íslandi. Takk Jesús, við leggjum bara kvöldið í þínar hendur, við elskum Jesús. Þakka þér fyrir hvað þú hefur gert í lífi okkar. Í Jesú nafni, amen. Amen. Og bara verum með eftirvæntingu fyrir hvað Guð ætlar að gera í þínu lífi í kvöld og lífi einstaklingsins sem situr við hliðina þér, sem hún kannski þekkir og kannski ekki. Og bara, þú getur bara sagt, Guð blessi þessa mannesku við hliðina á mér, Guð verði þinn vilji í kvöld. Og svo tökum við samskutt, við tökum saman þátt í kostnaðinu sem og það bæði posi og líka lítill baukur. Amen. Hefur rísa fætur, lofuð. Separate
You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Oh no, no, your love never fails. Það einhverjum inni sem í nóttinni sinni og að velta fyrir sér hvenær dagurinn kemur, að því að sársaukinn svo mikil. Ég skal lofa því að þegar morgunin kemur, þá kemur gleði Guðs. Þegar morgunin kemur og lofar Guðs koma, þá kemur gleðin á ný. Þannig að ef það er þú sem ert að upplifa þennan sársauka og þennan kvíða, þá langar mig að hvetja það til þess að standa upp eða lyfta höndum en taka trúarskref í kvöld. Ok, ég finn sársauka, en ég ætla að taka skref að morgunin minn að koma. The joy in the morning is coming, okay? You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. You
So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over. And all I want is to be with you forever, with you forever. Sing someone. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Oh, we wanna know your heart. I wanna know your heart. Tak, Jesus. How great your love is for me. How great is your love. How great your love is for me. How great is your love. How great your love is for me. How great is your love. How great your love is for me. How great is your love.
So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. So pull me a little closer and take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart. I wanna know your heart. Take me a little You can love me more in a moment than all the lovers could in a lifetime. You love me more, God. You can love me more in a moment than all the lovers could in a lifetime. You love us, God. 'Cause you can love me more in a moment than all the lovers could in a lifetime. You love us, God. Oh, you can love me more in a moment than all the lovers could in a lifetime. You love us more. Hey. 'Cause you can love me more in a moment than all the lovers could in a lifetime. Þú elskar okkur meira á einu augnabliki, Guð. Oh, 'cause you can love me more in a moment than all the lovers could in a lifetime. Þú elskar alltaf meira. Oh, you can love me more in a moment than all the lovers could in a lifetime. You love us more. 'Cause you can love me more in a moment than all the lovers could in a lifetime. In a lifetime, God, you love us more than all the lovers could in a lifetime. You love us more and more and more and more and more, God. You can love me more in a moment than all the lovers could in a lifetime. You love, 'cause you are love, you are love, you are love, you are love, you are love. Oh, how he loves you. 'Cause you are, þú barnið hans og hann elskar þig. Hann elskar þig eins og þú ert. Hann elskar þig svo mikið, hann mun aldrei skilja þig eftir í syndinni. Hann vill ekki skilja þig eftir í myrkrinu. Hann vill taka þig með sér inn í ljósið og hann vill vera með þér inn í ljósinu. Takk, Jesus. Það er svo auðvelt að vera inn í myrkrinu, sko.
svo auðvelt. Það engin ljós í andlitin á manni og maður bara einhvern veginn fastur þar. Af því það bara einhvern veginn, maður fann að einangra sig. Maður hlustar ekki lengur á lofgjörð. Ég að tala út frá hjartanu mínu, krakkar hérna. En að vera í myrkrinu, Maggi viljandi í myrkrinu. Maggi á myndavélni. Að vera í myrkrinu svo ótrúlega auðvelt. Maður getur verið þar að svamla í öllu ruslinu, öllum slæmu hugsununum, öllu leiðindunum. En leið og, allan í mínu tilfelli, ég opna hjarta mitt og ég stíg inn í ljósið. Áðan komur brjálu ljós alveg. Að það fái tækifæri til að skína fyrir Guð. Og þá fær hann tækifæri til að vinna í hjartanu þínu. Takk Jesús fyrir að þú tilbúin að vinna í hjörtum okkar. Af því að þú elskar okkur meira á einu augnabliki. Hvað eitt augnablik langt? Eitt augnablik, 2, 3, 4. Hann elskar okkur meira á einu augnabliki heldur en nokkur annar mannlegur einstaklingur getur gert. Hann elskar þig meira heldur en mamma þín elskar þig. Og oft það bara rosalega mikil ástæða. Ég veit hversu mikið ég elska börnin mín. Og ég myndi gera allt í veröldinni fyrir þig. En hann elskar meira. Og hann vill að þú finnir elskuna sína. Þannig leyfðu honum að vinna í hjartanu þínu í kvöld. Opnaðu hjartað þitt og bara segðu, þú ert velkomin. Heilagi Faðir, þú ert velkomin. Jesús, þú ert velkomin inn í hjarta mitt. Og þú ert velkomin inn í næstu viku, næstu daga, næstu ár, heilagi Faðir. Takk vel á móti honum, því hann kurteis. Takk, Jesús. Halleluja. And oh, how he loves us so. And oh, how he loves us so. Takk Jesus, takk dróttir fyrir ástíðina. He's jealous. He is jealous for me. He loves like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Hérna kunnum við það. And oh, how he loves us. Oh, how he loves us. How he loves us so. And oh, how he loves us. Oh, oh, how he loves us. How he loves us. Oh. Portion, and he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking, and so heaven meets earth like a sloppy wet kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain regrets when I think about the way he loves us. Oh.
Yes, he loves. He loves. He loves us. Oh, how he loves. Yes, he loves you. He loves you. He loves you. He loves, and he loves me. Sing that. He loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he loves. Yes, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Syngjum þetta saman einu sinni enn áður en að þau komu upp á tala til okkar. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yes, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Takk, Jesús. Heilagi Far, ég þakka þér fyrir elsku þína. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir elsku þína sem að hefur engin takmörk, Drottinn. Faðminn og Guð, við elskum þig tilbaka. Takk, Drottinn, að þú elskar okkur fyrst. Takk, Drottinn, að þú elskar okkur. Takk, Jesús. Heilagi Far, við lofum nafnið þitt. He loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Góða kvöldið. Getum við fengið smá ljós í salinn svo við sjáum fólkið? We want to see the people, don't we? Yeah. Annars geta allir laumast út með við verum að tala og við verum ekkert vör við það. Við fengið aðeins meiri ljós í salinn, við sjáum ekki neitt. Við sjáum ekkert fólk. Þarna kom það, sko. Já. Vorum að syngjum að vera í ljósinu, var það ekki? Amen. Góða kvöldið aftur. Gaman að sjá svona mörg hér í kvöld og takk fyrir að bjóða okkur. Það er mikill heiður að fá að koma, alltaf þegar við fáum að koma hérna. Og, nei, nú fórum við allir maður. Hvað gerist? Ha? Og hérna, já, ég sem sagt, I'm going to speak in Icelandic and Isabel is going to translate into English.
Þegar hún svona þögul, þá veit ég það, ok, þetta var ekki fyndið. I know it's not funny. Já, eins og ég sé, það reyndist að vera einn í kvöld og með ykkur og Ísabella þarf að tala til ykkar í kvöld. Ætlum að vera með túlk, Óli, eða? Túlka? Ok. They're asking for interpretation, so I guess I'll have to stay here with you. Nema það hefur eitthvað annan. Hefur eitthvað annan eða? Nei. Okay. Yeah, I'm not allowed to change, yeah. I've asked them already for more lights, but they always dim them again. Getur við fengið meira ljós? Já. We want to see the faces of the people. Við viljum sjá andlitið af fólkinu þegar við tölum til ykkar. Yeah. Okay. Er einhver hérna á afmæli í dag? Ekkert afmælisbarn? Áttu afmæli? Engin sem afmæli? Ok. Ég var að vonast eftir köku nefnilega. Ég veit það. Sést það svona vel. Áður en við byrjum, þegar við vorum að biðja hérna fyrir samkomin í upphafi, þá sá ég hálsinn á þó nokkuð mörgum ykkar hérna er eins og ok sem hefur verið að halda ykkur niður og halda aftur af ykkur. Sum ykkur hafa upplifað það eins og sé gríðarlega erfitt fyrir ykkur að labba bara í lífinu og taka þátt í lífinu eins og lífið hefur verið áður, er eins og þessu eru miklu erfiðara núna. Þetta voru eins og, já, sum ykkur er eins og hundaól, öðrum er eins og snákur sem er kringum hálsinn á ykkur. Og hérna í kvöld, ef þú kannast við þetta, þá langar mig að biðja fyrir þér. Ef þú kannast við þetta í lífinu sem ég er að tala núna. Eitthvað sem kannast við þetta. Má ég biðja ykkur að standa upp og ef ég má biðja fyrir ykkur? Því sem réttið upp hönd. Já. Fleiri. Já. Má ég biðja ykkur að standa upp ef ég vildi gjöra svo vel, með ég biðja fyrir ykkur. Þegar Guð opinberar svona, þá er hans eina ástæði fyrir því, hann vil setja þig frjálsa og frjálsan. Það er ástæði fyrir því. Og það er það sem gerast hér í kvöld, að þegar ég biðja fyrir ykkur, þá fer þetta. Hjá sumum ykkar er þetta bara svona mannlega kringumstæður, hjá öðrum ykkar er þetta andlegt. Og ég ætla að biðja fyrir ykkur og brjóta þetta af ykkur þetta fer í kvöld. Amen. Og þið lappið hérna frjáls út. Ekki fyrir mig að því ég biðja ykkur af flottar bænir, heldur vegna þess hver Jesús er. Hann er sá sem hann segist vera og hann er sá sem setur okkur frjáls. Og vegna þess að hann gerði á krossinu fyrir okkur og það blóð sem rann á krossinu frá honum, að það brýtur allt ok af okkur öllum. Allir sem þurfa að fá gegnumbrot frá það vegna þess að hann er heilagur. Vegna þess að hann er heilagur. Og það er aðeins fyrir hann sem við getum fengið fyrirgefningu synd okkar og orðið laus við það sem er að plaga okkur í lífinu. Það er ekkert með mig að gera eða Ísabel eða þig í sjálfum sér. Þetta er Jesús Kristus sem er að grípa inn í þitt líf núna. Þannig drottinn minn Jesús, ég þakka þér heilagur andi að þú ert hér í kvöld. Ég þakka þér Faðir minn á himnum, ég þakka þér fyrir son þinn sem að dó fyrir okkur, fyrir hans blóð sem rann á krossinu svo við mættum vera frjáls. Og með þeim krafti og því valdi sem mér hefur verið gefið fyrir blóð Jesú Krist og fyrir nafn Jesú Krist, þá kem ég gegn sér hverjum anda sem reynir að halda aftur aður og binda þig og brjóta þig niður og ég skipa honum að fara núna í Jesú nafni og sleppa, setja þig lausan og lausa og setja þig frjálsa í Jesú nafni. Ég tala líf og ég tala lækning inn í þína kringustæður og laust í Jesú nafni. Og þú sem hefur verið að dreyma á nóttinni, tóma vitleysu og þvælu og martraðir, það fer núna í Jesú nafni. Ég brýta af þér allan night terror sem svo sagt á ensku í Jesú nafni. Það fer núna fyrir blóði Jesú Krist og ég tala friðin í heimilið þitt, inn í fjölskylduna þína í Jesú nafni. Allur verkur fer núna í Jesú nafni. Allur verkur, líkamlegu verkur fer núna í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Mundu þetta. Bara Jesús getur gert þetta. Bara Jesús og fyrir hann einan getur orðið frjáls. Ekkert annað. Ekkert annað mombo jumbo eitthvað hókus pókus. Bara Jesús Kristur.
Amen. Því hann skapari alls, upphafið og endurinn, skapari himins og jarðar. Allt mun beygja sig fyrir nafninu Jesús. Amen. Okay, I'll behave now. You can start. It is wonderful to be here again Það yndislegt að vera hér aftur and to see what God is doing. og sjá það sem Guð að gera. I love this ministry very, very much. Ég elska þessa þjónustu sem hér fyrir fram mjög, mjög mikið hjá United. And tonight I want to talk about living an abundant life. Og í kvöld langum að tala það að lifa lífi í fullri gnægð. And living an abundant life in the midst of troubles. Og að lifa lífi í fullri gnægð mitt í vandamálunum. And in John 10:10, Og í Jóhannesi 10:10 Jesus said that the purpose of the thief is to steal, kill, and destroy. þar segir að verkefnið að tilgangu þjófsins að stela, slátra og eyðileggja. And we know he's talking about the devil. Og við vitum að hann að tala djöfulinn. He said, but my purpose En hann segir að tilgangu minn is to give you life, but life in abundance, abundant life. að gefa ykkur líf og líf í fullri gnægð. That is a life that is rich and satisfying. Það líf sem ríkulegt og fullnægjandi. But that doesn't mean a life without problems. En það þýðir ekki að sé líf án vandamála. And many times it is easy to think that because we have problems, Og stundum auðvelt að hugsa bara vegna þess að við glímum við vandamál, we are not good Christians, þá séum við ekki góðir kristnir einstaklingar or God doesn't love us, og Guð elskar okkur ekki. or he forgot about us. Eða hann hefur gleymt okkur. And that's what the thief comes to do, to whisper and tell us. Og það einmitt þetta sem þjófurinn gerir þegar hann kemur til að reyna að hvísla í eyrað á okkur. And we look at other people that appear to have it all together. Og þegar við sjáum aðra sem virðast vera með allt sitt á hreinu, And we think, wow, those must be the best Christians ever. og þá hugsaum við, vá, þetta hljóta að vera einhverju súperkristnir, sko. I know many of them. Ég þekki mörg þeirra. And I know they have their share of problems. Og ég veit að þau hafa sinn skerf af vandamálum. Because God doesn't have favorites, Af því að Guð hefur ekki uppáhalds but the devil doesn't have favorites either. og djöfullinn á heldur ekki uppáhalds. He attacks everybody. He wants to steal, kill, and destroy from anyone and everyone. Hann ræðist á alla, hann vil stela, slátra og eyðileggja frá öllum. It's just how some people have learned to get a hold of that abundant life in the midst of the storms. En þetta fjallar einmitt það hvernig þetta fólk hefur náð að grípa og halda í að lifa þessu uppfyllta lífi mitt í vandamálunum. And that's what I want to talk about tonight. Og það það sem ég ætla að tala í kvöld. In John 16:33, Jesus said, Í Jóhannesi 16:33 segir Jesús, he said, in this life you will have sorrows and trials. segir hann í þessu lífi munu vera erfiðleikar og vandamál. You see, he didn't say you are going to have it easy. Hann sagði aldrei að lífið er auðvelt. He said, but Hann sagði en in me, with me and in me, because of me, you can have peace. hann sagði að vegna mín og í mér þá getið þið haft frið. Because he is peace. Vegna þess að hann friður. You see, and he says, so don't worry, Þannig að segja, sko, óttist ekki because I have overcome the world. vegna þess að ég hef sigrað heiminn. Don't worry, because I already did the hard work for you, Óttist ekki því ég hef nú þegar unnið erfiðisverkið fyrir ykkur and I will be with you. og ég mun vera með ykkur. See, he didn't promise easy, Sjá til, hann lofaði ekki að þetta er auðvelt. because we live in a world that is not easy, Því að við búum í heimi sem er ekki auðveldur. but he promised his presence. En hann lofaði sinni nærveru. And because he already overcame the devil and the world and the sin, En vegna þess að hann hefur nú þegar sigrað djöfulinn, heiminn og syndina, and he is with us, að hann með okkur. we can rise above. Við getum staðið fyrir ofan þetta.
you see, it's not what we can do, it's what he has done. Það ekki hvað við getum gert heldur hvað hann hefur gert. And it's him with us. Og það hann með okkur. He promised his presence. Hann lofaði sinni nærveru. Even if we feel alone, we are not alone. Og jafnvel þegar við erum einmana, þá erum við ekki ein. And so, in Ecclesiastes 3, Solomon said we will have hard times and good times. I never know what Ecclesiastes is. Ljóðljóðin. Is it ljóðljóðin? Predikarinn, yeah, it's predikarinn. Yeah, I have no idea what it is. Say this again, I'm sorry. I always mix them together. Í Predikarinn 3, it says what? Ecclesiastes 3, it says what? That we will have good times and hard times. Í Predikarinn 3 segir að við munum gangi gegnum góða tíma og erfiða tíma. And some of those times, sometimes are really hard. Og stundum eru þessi tímar mjög erfiðir. So, it is normal to go through hard times and good times. Þannig það alveg normalt að fara í gegnum erfiða tíma og auðvelda tíma. But I love about that scripture. Það sem ég elska við þetta ritningavers. Then he says they will change, they will rotate. Það sem hann segir að þetta munu breytast, þetta mun skiptast á. So the good news is that when you go through a hard time, the promise is it will pass. Þannig að góðu fréttirnar eru þegar þú gengur í gegnum erfiðleika tímabil að það mun ganga yfir. And a better one will come. Og betra tímabil kemur. Because the Bible is true. Vegna þess að Biblían sönn. Solomon was the wisest man ever. Salomon var vitrasti maður allra tíma. He was also a prophet. Hann var einnig spámaður. So I believe that. I take comfort in that. Þannig ég trúi því og það huggun í því fyrir mig. But many times we get stuck in the hard times thinking that now this is all there is. En stundum bara festust við í erfiðleika tímabilunum og hugsun bara þetta bara allt sem þetta það ekkert annað en þetta. But the help we have en hjálpin sem við höfum is in Jeremiah 29:11. Að finna í Jeremías 29:11. Where it says, for God says, I have plans to bless you, to prosper you. Það sem Guð segir, ég hef áætlanir að blessa þig og já. And to give you a hope and a future. Það fyrirætlan sem ég hef fyrir þig í hyggju vonaríka framtíð. And that is the heart of God. Og það hjarta Guðs. That is part of, you see that abundant life Jesus died to give us. Sjáu, það þetta lífi fullyrknaði sem Jesus stóð til að við getum fengið. So we can receive and live those plans that God has for us. Þannig að við getum meðtekið og lifað þessar áætlanir sem Guð hefur fyrir okkar líf. The world doesn't have that hope. Heimurinn hefur ekki þessa von. But we do. En við höfum þessa von. And there is nothing that can erase Jeremiah 29:11 from the Bible, from life, from anything. Og það ekkert sem getur þurrkað út Jeremías 29:11 úr Biblíunni eða úr lífunni í heild. It is a truth that cannot be changed. Þetta sannleikur sem ekki hægt að breyta. That no matter what we are going through, alveg sama hvað við göngum í gegnum, God still has plans to bless you, to prosper you, and to give you hope and a future. Guð hefur ennþá áætlun fyrir þig að blessa þig og gefa þig gæfuríka framtíð. That promise carries me through life. Þetta lofar heldur mér, ber mig í gegnum lífið. And through the deepest valleys of trouble. Og gegnum dýpstu dali vandamála. To give, I know that He is still, no matter what's happening. Ég veit að hann ennþá með mér sá sami, alveg sama hvað gengur á. Has those plans to bless me? Hefur þessar áætlan að blessa mig? To give me hope and to give me a future filled with hope. Og gefa mér vonaríka framtíð. But the thief is always around to steal those things. He wants to steal that abundant life. En óverinn alltaf að þvælast fyrir okkur og hann vill stela þessum loforðum og þessu lífi fullir gnægð. And one of the ways he uses to steal, kill and destroy our abundant life Og af þeim leiðum sem hann notar til að stela, slátra og eyða okkar uppfyllta lífi is about the worries and fears about the future. Áhyggjurnar framtíðina. And that is one of the tools he uses the most. Og það eitt af verkfærunum sem hann notar hvað mest. There is nothing that can take us into a deep
pit Það er ekkert sem getur tekið okkur svona djúpan pitt than worrying about the future. meira heldur en að hafa áhyggjur af framtíðinni. Worrying about the future releases everything wrong in life. Að hafa áhyggjur af framtíðinni, það leysir úr læðingi allt sem er rangt í lífinu. It releases fear, Leysir ótta, depression, þunglindi, hopelessness, vonleysi, anxiety, örvinnun, kvíða, insomnia, svefnleysi, eating disorders, ádraskun. and the list goes on and on. It's much longer than that. Og listin er lengri og lengri, miklu lengri en þetta. We can spend our life worrying about what if. Við getum eitt lífin okkar í að hafa alltaf áhyggjur af því hvað ef. And that's where the thief comes in to give us ideas of the things that can go wrong. Og það er þarna sem að þjófurinn kemur inn til að gefa okkur svona hugmyndun hvað getur gengið úrskeiðis. And the worries of life are real. No, Því áhyggjur lífsins eru raunverulegar. problems in life are real. Nei, vandamálin í lífinu eru raunveruleg. But the worries En áhyggjurnar are not. eru það ekki. Because most of the time we are worrying about all kinds of scenarios that are created in the mind. Því oftast eru við að hafa áhyggjur af alls konar kringumstæðum sem eru bara verða til í hausnum á okkur. That the thief comes to put in there those scenarios Það sem að óvinnurinn kemur og setur þessar ímyndanir inn í hugan okkar. about our children, about our health, our finances, Börnin okkar, heilsun okkar, fjármálin okkar, about work, about life. vinnuna, bara lífið. And so he starts, he puts them there and we pay attention. Þannig að hann byrjar á því að setja þetta inn í hug okkar og við veitum því athygli. And that is where the hook is in. Og það er þar akkurat sem að krókurinn nær í okkur, að krækja í okkur. Because our future carries a level of uncertainty. Vegna þess að framtíðin okkar, hún ber í skauti sér ákveðina hluti sem við vitum ekkert See, in the world, we learn that we have to take care of ourselves and take care of everything. Sjáðu, í þessum heimi þá lærum við það að við þurfum að hugsa okkur sjálf og sjá allt saman. Because in the world there is no help. Því að í heiminum er enga hjálp að fá. The presence of God is not there as we have it now. Nærvera Guðs er ekki þar eins og við höfum hann akkurat núna. And so we come to the Lord, we become Christians, Þannig að við komum til Drottins og við verðum kristin. but need to renew our minds, the way we think. En við þurfum að endurinn í hugafarið okkar. Because otherwise we are stuck in the same treadmill Annars erum við bara föst í sama hamstrahjólinu and nothing changes. og ekkert breytist. And I imagine sometimes when I'm in that treadmill Og ég ímynda mig stundu þegar ég í þessu hamsturhjóli that Jesus is standing there watching and waiting for me to stop, to get off, so he can talk to me. að Jesús standið þarna og sé býði bara eftir ég hætti að hlaupa í hamstrahjólinu og svona að hann geti farið að tala við mig. Because he already has the solution. Vegna þess að hann hefur lausnina nú þegar. And this is, it doesn't make us less spiritual or less Christians or anything like that. Þetta gerur okkur ekkert minna andlega eða minni kristin eða neitt þess áttar. Because we have humanity. Að því við höfum þetta mannlega eðli. And the good news is that there is no condemnation, Og góðu frétnar eru það að það er engin fyrirtæming, but there is transformation. en það er umbreyting. And that's what we want, is the transformation. Og það er það sem við viljum, það er umbreytingin, But there is no condemnation. en það er engin fyrirtæming. So Jesus himself had to deal with this. Þannig að Jesús sjálfur þurfti að glíma við þetta. In Matthew 6, 24 to 34, Í Mattheus 7. kapla, versi 24-34, he had to talk to the people about this. þurftur að tala við fólkið þetta. And these were also his disciples were part of that group of people.
Og lærisveinarnir hans voru hluti af þessum hópa fólki. And when he said, don't worry about the problems of life. Þegar hann sagði, verið ekki með áhyggjur af vandamáli lífsins. He said, don't worry about how you're going to pay your bills, about how you're going to buy your food, Hafi ekki áhyggjur af hvernig þú ætlar að borga reikningana eða hvernig þú ætlar að kaupa matinn, about where you will live. hvar þú múttu eiga heima. He said, not even the Solomon dressed as beautifully as the flowers. Hann sagði meira að segja að Salomón var ekki eins vel klæddur eins og blómin eru. And God takes care of them, the flowers. Og Guð hugsar blómin. And the birds, they don't work and they don't worry, and God feeds them. Og fuglarnir, þeir vinna ekki en þeir hafa ekki áhyggjur því Guð gefur þeim að borða. And he said, you see, this is to us because we are his people. Og sjáðu til, þetta til okkar vegna sem við erum hans fólk. And he said, don't worry about it. Hann sagði, hafið ekki áhyggjur af þessu. He said, because those are the kind of thoughts that control the minds of the unbelievers. Vegna þess að það eru einmitt þess konar hugsanir sem að stjórna hugafæri þeirra sem að trúa ekki. Of the people who don't have Jesus. Fólki sem ekki á Jesú í hjarta sínu. He said, their minds are controlled by those worries and fears and concerns. Hugafæri þeirra er stjórnað þessum áhyggjum og vandamála hugsunum og öllu þessu og óttanum. He says, but you. En þú, segir hann, And he's talking to us. hann talar við okkur. You have a father Við eigum faðir who knows everything that you need sem veit allt sem þú þarfnast. before you even ask. Jafnvel áður og biður And he will take care of you. og hann mun hugsa þig. And you see, that's what makes all the difference. Og sjá til, það er það sem gerir gæfumuninn. We have a father. Við eigum faðir. And I know Og ég that veit sometimes in life, not everybody is a perfect father and has perfect fathers. að stundum í lífin þá er ekki allir fullkomnir feður eða hafa átt fullkomin faðir. And sometimes we had troubles with our fathers, and just like they had trouble with us as their children. Þannig að stundum eigum við í vandamálum með að glíma við pappa okkar, alveg eins og pappa okkar eða foreldrar okkar hafa átt í vandamálum með að glíma við okkur stundum. And you can say to me, but if you knew what my dad was like, Þú segir kannski við mig, ef þú bara vissi hvernig pappi minn var, and he didn't treat me well. hann kom ekki vel fram við mig. I know, I know myself what that. Ég veit, ég þekki það sjálf, persónlega hvernig það er. We all can tell a story Við getum öll sagt sögur, because there are not earthly perfect fathers, því það er ekki til fullkomnir jarðneskir feður, but God is a perfect father. en Guð er fullkomin faðir. And I know that is hard sometimes to actually choose to actually believe, Ég veit að það er stundum mjög erfitt að í raunverulega trúa því, sko, but it is a choice to believe it or not. en það er val að trúa því eða ekki. And so if we choose to believe it, Þannig ef við veljum að trúa því, then you will see God work out great things. þá myndu sjá Guð gera stórkostlega hluti. Because the Bible says, taste and see Því að Biblían segir smakkaðu og sjáðu that he is good. að hann er góður. Give him a try Prófa hann as a father. sem faðir. He may be your savior, Hann getur verið frelsariðinn, but give him a try as the father that will take care of you. en gefur hann tækifæri sem faðir sem hann hugsa þig og sjá þig. Taste and see. Smakkaðu og sjáðu. Talk to him. Ask him, I want to know you that way. Talaðu til hans, spurðu hann bara, segðu, ég vil læra að þekkja þig á þann hátt. That you say you will take care of me, help me out, let me see, show me. Og þú segir að þú munir hugsa mig, ok, hjálpaði mér, leiðu mér að sjá, leiðu mér að upplifa það. And the thing is, whether we believe it or not, he is a good father. En hluturinn er bara þessi, alveg saman hvort við trúum því eða ekki, að hann er góður faðir. And he promises to take care of us Hann lofar að hugsa okkur in all situations. í öllum kringumstæðum. But
our part is to choose to believe that he can do it. En okkar hlutverk er í raun og veru að velja það að trúa því að hann geti gert það. One little step at a time. Eitt smá hænuskref í einu. He takes care, he promises to take care of everything. Hann lofar okkur því að hann muni sjá allt saman. I grew up without that. I never had anyone to really take care of me. Ég ólst þannig upp, án þess að hafa það, ég raun og veru ólst þannig upp, ég hafði aldrei neitt til að hugsa almennilega mig. And my mother did her best. Móðir mín gerði sitt besta. But no one, my mother and I had no one to help us and take care of us. En móðir mín og ég, við höfðum engan til að hjálpa okkur. So it was hard for me to actually believe that really God cared in that way. He would take care of me. Þannig að það var mjög erfitt fyrir mig að trúa því að Guð myndi geta hugsað mig á þann hátt sem ég er að tala um. But one day it's just a choice of, if it is true, I want to know you that way, God. En einn daginn þá bara tók ég meðvitað ákvörðun að ég vil þekkja þig Guð á þennan hátt sem hún talar That invitation to taste and see. Þetta boð að smakka og sjá. For God wants to reveal himself to us that way. Því að Guð vill opinbera sjálfan sig á þennan hátt við okkur. And he cares about the big things and the little things. Og honum er annt bæði litlu hlutina og stóru hlutina. You know, when we have children, we don't just meet the big needs, we also take care of the little things for them. Sjá til þegar við eigum börn og þá hugsum við ekki bara stóru hlutina í þeirra lífi, heldur hugsum við líka litlu smæstu hlutina í þeirra lífi. And it doesn't matter what you are going through in life. Það skiptir ekki máli hvað þú ert að ganga í gegnum í þínu lífi. There is nothing too small and nothing too big. Það er ekkert of lítið og ekkert of stórt. For a perfect father. Fyrir fullkominn faðir. Who has all the time in the world to take care of you. Sem hefur allan tíma í heimi að hugsa þig. He's just waiting for opportunities and invitations. Hann býður bara eftir tækifærum og tilboði. For us to make room. Að við gefum honum pláss. And sometimes we think it's only if we need a big healing miracle. Og stundum höldum það sé bara þegar við þurfum einhver stóra lækningar kraftaverk. But no, he cares about everything. En það er ekki þannig því að honum er sama allt. Honum er ekki, við veitir hvað ég meina. Við veitir hvað ég meina. Honum er annt allt. I said he doesn't care about anything. I was trying to say he cares about everything. Sorry. Last week, Þráin wants me to tell you a story. Í síðustu viku, Þráin vill að ég segi ykkur sögu. Last week we went out with our grandchildren. Í síðustu viku þá fórum við með barnabörnunum okkar út að leika. To play minigolf. Að spila minigolf. And Grandpa og afi had a brilliant idea of making it an annual tournament. Hann fékk frábæra hugmynd að gera þetta svona árlegu móti. So this year he decided to have gold medals for each of the grandchildren. Þannig að þetta árið þá ákvað hann að fá gullmedaljur, eina fyrir hvert barn. So he engraved the names, the year. Þannig að hann lét grafa nöfnin þeirra og ártalið aftan á. And he wrote Grandpa's Tournament 2025. Og það stóð afamót 2025. And then there was a picture of a golf club. Og það var myndað svona púttir, golfpúttir. They were really nice. Það voru mjög flottar. And so we had them in a little bag. Og við vorum með medaljurnar í svona lítilli tösku. And he personally put them in the bag and they were safe. All three of them. Ég sjálfur setti þær vel í töskuna, allar 3 medaljurnar og þær voru þar öruggar. Þær voru í svona, let me explain, þær voru í svona bréfpoka ofan í töskunni hennar. But before we went to collect the kids to go play, en áður við fórum að sækja krakkana til að síðan að fara til að leika okkur, we prayed. Það báðum við. And Þráin prayed and said, God, let it be that today something happens for them to know your glory. Þannig að Þráin bað, Drottinn minn, láttu það vera þannig í dag að eitthvað gerist sem að opinberi þína dýrð fyrir börnunum. He said, through our lives. Come again?
through our lives, Já, í gegnum okkar líf. through the lives of the grandparents. Í gegnum líf afana og ömmunar. So we got to the place where we were to have the tournament. Þannig við fórum á staðinn þar sem við ætluðum að vera með mótið. Það Guðmundarlundi Little í Kópavogi. children. Með litlu bönnin, já. And so I grabbed the bag that had the medals inside, all three of them. It was very tight. There was no room for it to fall, anything to fall out. Þannig ég tók töskara mína þar sem að pókin var onni með medaljónum og pókin var mjög vel samanbrotinn og lokað þannig að það gátti ekki dottið út. So we had a tournament, Þannig við höfum golfmótið and we created ways for each child to win something so they could all get a gold medal. Þannig við bjögum til leikið þannig að allir hver og einn gat unnið eitthvað þannig myndu öll fá gullverðlaun. And who won the tournament? Grandpa didn't. He cheated. No. Afi svindlaði svo? Nei. So we had to do something else to reverse it Þannig við erum að gera eitthvað annað til að snúa því við. and take it from him and give it to one of the children's Þannig að good women. krakkarnir myndu vinna. Það var óvart, ég vann óvart. I kept telling Grandpa, Ég var að segja, blow it. ég var alltaf að segja við afa, klúra þessu. He still won. Það vann samt. Þetta var svo flúk. Anyway, En hvað sem því líður? when it came the time to give the children the medals, and it was a big deal, Þá kom að veljónaaffinningun og það var stóru viðburður. I opened the bag, Ég opnaði töskuna, bókan. and there were only 2 medals. Það voru bara 2 medaljur. One had disappeared. Ein hafði horfið. And I literally searched to empty my handbag. Ég tæmdi töskunum minni, tók allt úr handtöskunum minni til að leita. I emptied the little white bag that had them, Ég tæmdi líka hvíta litla bréfbókan sem var með medaljónum í þetta og svona gjafapóki. and there was no medal. Það voru bara 2 medaljur. And he searched 4 times. Og hann leitaði 4 sinnum, ég leitaði 4 sinnum í töskunni. Together we searched twice. Saman leituðum við tvisvar þannig við opnuðum töskuna og horfðum honni í bæði, við opnuðum pókan og horfðum honni í bæði, vantaði inna. There was nothing. The third one was gone somehow, somewhere. Það var ekki þriðja medaljan var horfin. We searched the car twice. He went and searched, I went and searched. Við leituðum bílinn tvisvar, ég fór og leitaði í öllum bílnum, kom tilbaka, hún fór og leitaði í öllum bílnum, kom tilbaka, engin medalja. And the medal that was missing Og medaljan sem vantaði belonged to the grandson, the oldest one, var fyrir elsta barnabarnið who is awakening to the knowledge of God. sem að vakna upp í sinni göngu með Guði. So when I realized there was nowhere to find it, Þannig þegar ég loksins gerði mig grein fyrir því að við sættum okkur við að þetta væri hvergi, við myndum aldrei finna þetta var hvergi, I called on my father. þá kallaði ég á faðir minn And I said to him, og ég sagði við faðir minn, look what is happening. sjáðu hvað að gerast. It's a small thing. Þetta lítið, skiptir litlu máli kannski, It's really important right now. en það mjög mikilvægt núna, akkurat núna. You have done miracles for me before. Þú hefur gert kraftaverk fyrir mig áður, Would you do another one today? viltu gera annað kraftaverk í dag? See, your child will come and ask you to do something when they can't do anything. Veistu að barnið þitt kemur til þín og biður að gera eitthvað fyrir sig þegar það getur ekki gert neitt And sjálf. that's what I did. Og það er það sem ég gerði. I said, I don't know where it fell when happened. I don't know. Og ég sagði, ég veit ekki hvað þetta medaljan ég veit ekki hvað hún datt úr eða hvað hún But you are omniscient and omnipresent. En þú ert allstaðar á sama tíma, You know everything, þú veist allt. so you know where it is, Þannig þú veist hvað medaljan and you are omnipresent. og þú ert allstaðar á sama tíma. You can reach where it is. Þú getur tektið þangað sem hún So would you please bring it to us? og vilja gjöra svo vel að koma með medaljuna til okkar. And we went for a walk in the woods, Þannig að við löpuðum inn í skóginn and all of a sudden, I heard this voice in my spirit that said, check your bag, the white bag. og allt í einu heyrði ég þessa rödd í anda minni sem sagði, athúaðu hvíta pókan aftur. And I stopped and I got the little bag out Þannig ég stoppaði og tók litla hvíta bréfpókan úr töskunni and I pulled the 2
medals that we had. og ég tók þessar 2 medaljur sem við höfðum í hvíta pokanum. And right there at the bottom of the bag was the third one. Og í botninum, akkurat þarna, var 3. medaljan. And the ribbon was folded perfectly underneath Með þess að borðin á medaljunum var brotin saman og fullkomin hátt undir öllu saman. with great care. Með mikill umhyggju. And it was gold, like it was shining. Og svona skínandi flott, sko. Golden color, right? Gilt á litin. And I called Grandpa, Og ég kallaði afa, who was extremely happy. sem var mjög ánægður. And we had a wonderful time giving the medals. Og við áttum yndislegan tíma að gefa krökkunum, láta þau fá medaljunar. And now we have, and we saw God come through for this, there, for the grandchildren, Þarna sáum við Guð opinbera sig fyrir barnabörnunum. to see the glory of God, of the God of the grandparents. Til að sjá dýrð Guðs, Guð, af og ömmu. And they're little to understand it now. En þau eru kannski, allavega 2 þeirra kannski of lítil til að skilja það núna. However, the older one, the one whose medal, the owner of the miracle medal, En sá elsti sem eigandi kraftaverka medaljunar, he noticed that we had lost something. hann tók eftir ef við höfum týnt einhverju, vorum að leita. So Grandpa is going to have ice cream with him and tell him what God did for his medal. Þannig að ef ætlar að fá sér ís með honum og segja hann útskýra fyrir hann hvað í raun og veru gerðist. But you see, a father does that. Sjáðu til, faðirinn gerir þetta. Taste and see. Smakkaðu og sjáðu. Can I add a little bit? Yes. Ég veit að það er mjög auðvelt að hugsa núna, var ekki medaljan allar tímar í pókanum. Það er nákvæmlega sama ég hugsaði. Það var djöfulli sem var að koma þessar hugsun inn hjá mér. En 2 sinnum leituðum við bæði samtímis onni í hvíta pókanum, tæmdum hann. Tókum upp úr og tæmdum hann. Það var ekkert. Þannig alveg sama hvað ég hugsa mikið, reyna að trúa því ekki, ég rembistu að trúa því ekki, alveg sama hvað ég rembistu að trúa því ekki, það er ekki hægt, ég get það ekki, þess að ég var þar og við bæði leitum á sama tíma 2 og sáum að það var ekki. En það er mjög auðvelt þegar svona gerist, óvinnurinn kemur inn og reyna að fylla þér vantrú og stela af þér blessunni. I was just telling him how funny I am. So you see, our God is great. He cares about everything. Þannig sjáðu til, okkar Guð frábær, stórkostlegur og honum hann lætur sér annt allt í okkar lífi. And he's supernatural and does miracles. Og hann yfirnáttúrulegur og gerir kraftaverk. We just have to believe and approach him as a father. Við þurfum bara að trúa og nálgast hann sem faðir. But that is the key part in this. En það er lykilatriði í þessu. See, this is part of the abundant life. Sjá, þetta hluti af því að lifa í fullri gnægð. That is through a father to his children. Sem í gegnum föðurinn fyrir börnin hans. And for us to be able to access this part of God, Og fyrir okkur að hafa aðgang á þessum hluti af Guði, we just need to be sons or daughters. við þurfum bara að vera synir og dætur. And you see, just that is the important part. We need to be his children. Sjáðu, þetta mikilvægi hlutin að þessu, við þurfum að vera hans börn. Because God listens to everybody. Því Guð hlustar á alla. But when his children talk to him, En þegar börnin hans tala við hann, it's different. það öðruvísi. And the care of him as a father over us is different. Og hvernig hann hugsar okkur sem faðir öðruvísi. He pays more attention to his sons and daughters. Það veitir sonum sínum og dætur meiri athygli. And we need to make sure Við þurfum að vera vissum that we are children of God. að við séum börn Guðs. And you see, for us to have these amazing breakthroughs in whatever it is, Og sjáðu til, fyrir okkur til að hafa þessi frábæru gegnumbrot, hvaða sviði sem það and for you to have them available, að þú hafir aðgang að þeim, you need to be a son or a daughter. That's all it takes. þá þarft að vera sonur eða dóttir, það eina sem þarf. Are you a son of God? Are you a daughter of God? Ert þú sonur Guðs? Ertu dóttir Guðs?
And you see, that is the part that is crucial here. Sjá, það er sá hluti sem er mikilvægastur hér. Because God wants to be a father to us. Guð vill vera okkur fadir. And all it takes for us to be a son or a daughter Og eina sem að þarf til þess að við verðum synir eða dætur is to be born again. er að endurfæðast. It's not just to know, Har- it's to be able to do it, to live it. Það er ekki bara að vita það heldur er það að geta gert það og lifa það. And you see in John 1:12-13, Og sjáðu til í Jóhannesarbrifi, Jóhannesarguðspjalli fyrsta, it says, but to all who believed in him and accepted him, í fyrsta kafla segir að allir sem að trúðu á hann og tóku við honum, he gave them the right to become children of God. gaf hann rétt að vera kölluð Guðs börn. So just knowing is not enough, Þannig bara að vita er ekki nóg. but is to believe and to accept. Heldur er það að trúa og meðtaka. To accept to be Að meðtaka a að child vera, of God, to accept him. að vera barn Guðs, að meðtaka hann. And you see, this is what is called to be born again. Þetta er það sem kallar að vera endurfæddur eða frelsast. It said they are reborn, not with a physical birth, but a birth that comes from God. Það segir í sama kafla, no, it's in Romans. No. Það segir í sama kafla að þau eru endurfædd ekki af holdi og blóði heldur af andanum. And it is that part of believing and accepting him. Og þetta er þessi hluti að trúa og meðtaka, taka á móti honum. And many times it's easy to believe and to know everything in the head. En ofta er það mjög auðvelt að trúa og vita allt í höfðun á sér. But it is when you believe. Það er þegar þú trúir. You see, in Romans 10:9 and 10 says, Sjáðu í Rómverjabréfinu 10. kafla versi 9-10. if you openly declare that Jesus is Lord, Ef þú játar með munniðinum að Jesús er drottinn and you believe in your heart og þú trúir í hjartaðinu that God raised him from the dead, að Guð hafi reist hann frá dauðum, you will be saved. þá muntu hólpin verða. It's one of the easiest things to do in life. Þetta er eitthvað það auðveldasta sem maður getur gert í lífinu. For it is by believing in your heart Því það er vegna þess að við trúum í hjart okkar that you are made right with God. að við erum gerð rétt látt frammi fyrir Guði. And it is by openly declaring your faith Og það er líka með því að lýsa yfir opinberlega trú okkar that you are saved. að þú ert frelsaður eða frelsuð. You see, is that part of knowing here, but it is when you choose to believe it. That means when you choose to accept him as Savior. Sjáðu, það er eitt er að vita það hér en það er annað að vera með það í hjartanu og það þegar við trúum því að hann sé frelsar okkur, tökum mótunum sem frelsar okkar sem That það he gerist. died for your sins. Að hann dó fyrir syndir þínar, That he wants to forgive all your sins að hann vil fyrirgefa þér allir syndir þínar and bring you into that abundant life. og færa þig inn í þetta líf í fullri gnægð. That is what makes us a child of God. Það er það sem gerur okkur að barni Guðs. You see, and so as we choose that step, Þegar við veljum þetta skref, then everything that Jesus died for becomes available. þá verður allt það sem Jesús stóð fyrir aðgengilegt fyrir okkur. And that's what stops the thief from stealing, killing, and destroying. Og það er það sem að stoppar þjófinn að stela, slátra og eyðileggja. We cannot stop that thief, Við getum ekki stoppað þjófinn, but Jesus in us stops the thief. en Jesús í okkur, innra með okkur, stoppar þjófinn. And that's where that abundant life comes in. Og það er það sem að þetta líf í fullri gnægð kemur inn. And it is choosing to say, I want to be a son or a daughter of God. Og það er það að velja að ég vil vera sonur eða dóttir Guðs. All it takes is believe that Jesus is the Son of God. He died for your sins and he's alive.
Og eina sem þarf það að þú trúir í að Jesús Kristur Guð, sonur Guðs og hann dó fyrir þínar syndir sem að þetta og hann lifandi í dag. And accepting him in your life is just accepting him. Og að meðtaka hann inn í þitt líf, það er spurningin að meðtaka hann. And when you accept him, Og þegar þú tekur við honum, you are a son of God. þá ertu sonur Guðs eða You dóttir are a Guðs. daughter of God. Þá ertu dóttir Guðs. Now this abundant life is yours. Nú þetta líf í fullri gnægð þitt. Now you can say, Father, I need a miracle. I need a lost medal to come back. Þá getur þú sagt, drottinn minn, faðir minn, ég þarfnast kraftaverks, ég þarf að fá medalíun aftur sem týndist. And he makes time and goes to do it Og hann tekur tíma til þess að gera þetta fyrir þig. because his son or his daughter asked him for it. Vegna þess að sonur hans eða dóttir hans bað hann það. See, that is a great comfort that we have, Þetta mikil huggun sem við höfum, that the world doesn't have. sem heimurinn hefur ekki. That we can say to him, Father, show me, Og við getum sagt við hann, faðir minn, sýndu mér, help me, hjálpaðu mér, fix me, lagaðu mig, heal me læknaðu mig, as a child. sem barn. And because one of the things that's really important as we get to know this amazing Father, Eitt af því sem mjög mikilvægt þegar við lærum að þekkja hennar faðir. our Father has many names, Faðir okkar hefur mörg nöfn and each name is a representation, an indication of his nature. og hvert og eitt nafn svona, segir okkur til hans eðli. And there is the healer and the provider and the redeemer and the Það læknirinn og deliverer Father. and so on. Come again, say it all again please, I lost you. The healer, the redeemer, the restorer. Stop, I lost you again. Læknirinn, sá sem endurleysir okkur, after redeemer it is, And you see, and og allt hitt. we know. I lost you. No, okay, continue please. Are you pulling my leg, or No, I no, don't know if you no, are or no, not. No. Is he pulling my leg? No, yes, no, yes. What's going on? So, but he, you know, in the Bible we see all these different names God has, Í Biblíunni sjáum við svona mismunandi nöfn sem Guð hefur and that shows us all this amazing, his amazing nature, og það sýnir okkur alla þessa mismunandi eiginleika hans. who he is, Hver hann because who he is what he does. því að sá sem hann það það sem hann gerir. He is healer, therefore he heals. Hann læknir, þess vegna læknar hann. He's provider, therefore he provides. Hann sér fyrir hlutum, hann já, sá sem sér fyrir, þess vegna sér But I fyrir. want to talk for a few minutes about the God of the future. Ég með langar að tala bara örfáa mínútur Guð framtíðarinnar. He's the only one that has access to our future. Hann svo eini sem eru aðgang að framtíð okkar. And his name, in the many names of God, two of his names is Alpha and Omega. Tvö af mörgum nöfnum Guðs í Biblíunni Alfa og Omega. So we have the Alpha is the beginning, the beginner, the one who starts everything. Þannig Alfa byrjunin, það sem byrjar á öllu. Is the one that created you. Hann sá sem að skapaði þig. Is the one that make plans for your life. Hann sá sem gerir áætlanir með lífið þitt. The Alpha part of God is the one that initiates everything. Alfa hlutin, byrjunar hluti Guðs sá sem að kemur öllu í kring. But he is involved in every area of our lives. En hann með okkur í öllum hlutum í okkar lífi. And we find this in Revelation 1:8. Og við sjáum þetta í Opinberunarbókinni 1. kafla Revelation versi 21:6. 8. Opinberunarbókin 21:6. Revelation 22:13. 22:13 Opinberunarbókin. Isaiah 44:6. Jesaja 44:6. Where he says over and over, I am the Alpha and Omega, That's the my- beginning and the end. Það sem hann segir aftur og aftur, ég Alfa og Omega, byrjun og endurinn. You see, beginning and end Sjáðu upphæfð og endurinn is really, really important. mjög mikilvægt. See, he is the one that begins everything. Það hann sem byrjar allt. The Alpha part, name of God, that part of his nature is not just
in the book of Genesis, the one that initiated everything at the beginning. Alfa ekki bara nafnið hans í hérna, fyrstu Mósebók, þá sem skapaði allt saman í upphafi. But he is involved daily in our lives. En hann tekur þátt í lífinu okkar daglega. He is the one that initiates your day in the morning. Það hann sem í raun og veru byrjar daginn inn eða stjórnar daginn inn í upphafi. Anything that is new Allt sem nýtt is caused by the Alpha. Skapað af alfa eða orsakað af alfa. Every promise that you receive comes from the Alpha. Öll lofar sem þú meðtekur koma frá alfa. He's the one that begins, the initiator of our faith. Hann sá sem byrjar og skapar trú okkar í upphafi. So every single day, the Alpha is involved. He's initiating. Þannig á hverjum degi alfa í lífum okkar, hann að sjá hluti, að byrja hluti. And then there is the Omega. Og síðan það Omega. The Omega is the God in our future. Omega Guð í framtíðin okkar. Is the part of God that goes ahead of us. He's in our future. That's what he does. Það sá hluti Guð sem fer fyrir okkur, fer framan okkur, fer inn í framtíðin okkar. Það sem hann gerir. And that's why Jesus said in Matthew, don't worry about tomorrow, about the problems of tomorrow. Og þess vegna sagði Jesús í Matteus og Guðspjalli, hafi ekki áhyggjur af morgundeginum. Because you have a Father Vegna þess að þú hefur faðir who already knows what you need. sem nú þegar veit hvað þú þarft. And he will take care of you. Og hann mun hugsa þig. He knows it before you ask. Jesus said he already knows what you need before you ask. Jesús segir hann veit hvað þú þarfnast áður en þú biður það. That's the Omega. Það Omega. He's referring that our Father is the Omega. Já, þetta, já. Is the one that goes ahead of us. He's in our future. Hann sá sem fer fyrir okkur, hann sá sem í framtíðin okkar. And that's why he's ahead of us. He knows ahead Og of þess vegna hann time. undan okkur, hann veit áður en við biðjum, hvað við biðjum And our future is in the hands of the Omega. Og framtíð okkar í höndum Omega. No one else has this, but we, God's sons and daughters. Það engin annar sem hefur þetta heldur en við, synir og dætur Guðs. But remember, for this you need to be saved, accept Jesus. En mundu til þess að þetta geti orðið, þá þarf þetta að vera frelsaður, hafa meðtekið Jesú Krist. And then you get to enjoy this amazing God, Þá farið að njóta þess að frábæra Guðs. the God of your future. Guð framtíðar þinnar That's what brings safety and peace. sem kemur með öryggi og frið. That you don't have to freak out about what's going to happen in 6 months from now or 5 years from now. Þú þarft ekki að fríka út hvað gerist núna 6 mánuði seinna eða í framtíðinni. Because the Omega Af því að Omega goes ahead of you. fer á undan þér. He knows what's going to happen. Hann veit hvað mun gerast. And the scripture says in Hebrews 12:1 and 2. Ritningi segir í Hebreabréfinu 12:2. Well, it says, since we're surrounded by such a great cloud of witnesses Það sem við erum umvafin svona mörgum vitnum, segir í orðinu, of the life and the faith, af lífsins og trúnni. let us get rid of everything that weighs us down, Losum okkur við allt sem íþyngir okkur, eða dregur okkur niður. the worries of the future, put a heavy weight on us. Því áhyggju framtíðar en að setja þunga klafa á okkur. I said, and let's run the race with endurance. Þannig að keppum með sem sagt úthaldi. We do this Við gerum þetta by fixing our eyes on Jesus, með því að beina sjónum okkar að Jesú. the author and finisher of our faith. Fullkomnari og skapari trúar okkar. You see, the Omega Veistu, Omega hlutin takes the responsibility to take you safely to the end. kom again. He takes on the responsibility Hann tekur all ábyrgðin af því að to take you safely koma to the end. örugglega að endapunktinum. And you see, it's the Omega that knows what you are going to need tomorrow.
En það einmitt þessi Omega sem veit hvað þú þarfnast á morgun. because he goes ahead of you. Þegar hann fer á undan þér, You know, and he makes provision for you. og hann sér fyrir því sem þú þarft. He's the one that causes sometimes an amazing sale in the supermarket so you can buy the meat that you need. Hann sér, come again, what did you say? He creates a sale in the supermarket. He saves you in the supermarket. Creates a sale. Já, ok, já. Hann skapar útsölu í búðinni fyrir þig. Because he knows you are going to need it. En það veit að þú þarft á því að halda. And he knows you have little money. Og það veit að þú hefur lítið af peningum. So he goes ahead of you at the supermarket and causes them to lower the prices for you. Þannig að hann fer á fyrir þér og lætur verðið lækka fyrir þig. And the sale is only that one day. Og það bara útsala þennan eina dag. Because your Father, who is Omega, went ahead and did it for you. Þannig að faðirinn sem Omega fór á undan þér og gerði þetta fyrir þig. You see, he's the one that causes you to meet people that you need to help you with a problem. Hann sá sem að sér til þess að þú hittir fólk sem getur hjálpað með vandamálið þinn. He's the one that arranges all the things that we say, wow, wasn't that a coincidence? Hann sá sem sér alla hluti þannig að þú maður segir bara, vá, var þetta ekki tilviljun? Eða var þetta tilviljun? It isn't. Það það ekki. It's not a coincidence, it's the Omega Það ekki tilviljun, það Omega that goes ahead of you sem fer fyrir þér, to take care of all that you need. sem sér allt sem þú þarft. The problem is that we don't pay attention to the Omega. Vandamálið það við veitum því ekki athygli Omega. And we think that we have to figure it out on our own. Og við höldum við þurfum að fatta þetta sjálf og finna leið sjálf. But Psalm 139 verse 5 says, Sálmur 139 vers 5 segir, I am surrounded by you, ég umkringdur af þér, for you are ahead of, in front of me. að þegar þú fer fyrir mér, That's the Omega. það Omega, You are behind me. þú ert rétt að mig, That's the Alpha. það Alfa. And your hand is on my head Og hendin á höfði mínu to bless me. til að blessa mig. We have to learn to live sandwiched between the Alpha and the Omega. Við þurfum að læra að lifa eins og í samlokum milli Alfa og Omega. We say good morning to the Alpha. Við segjum góðan dag við Alfa, He initiates our day. hann sér daginn okkar. We follow the Omega, who is ahead of us, leading the way. Við fylgjum Omega sem fer fyrir okkur og leiður okkur þá leið. And his blessing will be upon us, the abundant life. Og blessun hans á okkur. The devil cannot get in and steal, kill, and destroy Djöfullinn kemst ekki inn til að stela, slátra og eyðileggja. if you are between the Alpha and the Omega God. Eða þú ert á milli Alfa og Omega. And your future will be safe. Og framtíðin verður örugg. And when you are there and the thief wants to make you freak out Og þegar við erum þar og þjóðurinn vill að þú fríkir út, á góður íslensku, with the worries of what's going to happen in the future, með áhyggjur af því hvað muni gerast í framtíðinni, all you have to do is remember that if you are a son or a daughter, eina sem þetta gerir að muna að þú ert sonur eða dóttir, the Omega takes care of you. að Omega hugsar þig, sér And þig. all we have to do is say, Eina sem við þurfum að gera er að segja, what plan have you prepared for me? hvað áætlun hefur í hyggju fyrir mig? Lead me and show me the plan that you made for me in this situation. Leiddu mig og sýndu mér hvað þú hefur í hyggju fyrir mig í þessum kringumstæðum. Those troubles of life are always a surprise to us, Þessi vandamáli í lífunni alltaf koma okkur alltaf óvart, but they are not a surprise to our Father. en það ekki koma honum ekki óvart, föður okkur á himnum. The God of our future already saw it, already made a plan. Fæður okkar hefur nú þegar séð og hefur gert áætlun. So we can be safe. Þannig getur verið örugg. And the most important thing is that he doesn't have favorites.
Og það mikilvægast að hann á ekki uppáhalds. And he will take care of your gold medal in the same way Og hann sér gullmedalíuna þín á sama hátt. as he will take care of any situation. Eins og hann sér hvaða kringumstæð sem Our perfect Father, Okkar fullkomni faðir. Alpha and Omega. Alfa og Omega. So I want to encourage you tonight Þannig ég vil hvetja ykkur í kvöld to believe, að trúa. because it's easy. Það All mjög you have auðvelt. to do is believe. He does the rest. Eina sem það gerir að trúa, hann sér restina. And if you are not sure in your heart Ef þú ert ekki viss í hjartaðinu that you are a son, you are a daughter að þú ert sonur eða dóttir of this amazing God, þessum frábæra Guði, yndislega Guði, we can pray for you tonight. þá getum við beðið fyrir þér í kvöld. You can become a son and a daughter this very moment. Þú getur orðið sonur eða dóttir akkurat núna. And the rest of your life will be safe Og restina af lífinu þínu verður örugg in the hands of the Alpha and the Omega, í höndum Alfa og Omega. all the way to eternity. Alla leiðin í eilíðina. Your children and your family. Börnin þín og fjölskylda þín. And you will go to eternity with Him. Og þú verður inn í eilíðina með honum. That's the most important thing. Það er það mikilvægast af öllu. It's this life and eternity. Það er þetta líf og eilíðin. So we just want to invite you. Þannig við viljum bjóða ykkur. You want to take over? Sure. Jæja. Þá erum við hætt. I just told them to go home. We're done. Nei, eins og hún sagði, ef að þú í hjartaðinu vill gefast Jesú Kristi, gefa Jesú Kristi þitt líf, það langar okkur að biðja með þér ef þú vill gera það og biðja síðan fyrir þér og þegar ég bið fyrir þér þá finnur þú kraft, ekki vegna hver ég heldur vegna þess að heilagur andi mun koma og hann mun snerta við þér. Þú munt finna kraft Guðs, þú munt finna nærveru Guðs, þú munt finna fyrir því að hann elskar þig þegar ég bið fyrir þér eða þegar hún biður fyrir þér, ekki vegna hver við erum heldur vegna hver hann að því hann þráir, heilagur andi þráir að opinbera sjálfan sig fyrir þér þegar þú kemur til hans. Þannig ef það er einhver hérna inni sem ekki hefur tekið á móti Jesú Kristi og vill gera það núna í kvöld, þá langar mig að biðja að rétta upp hendi og lefa okkur eða þú vilt lefa okkur að biðja fyrir þér. Einhver hérna sem ekki hefur tekið á móti Kristi áður. Já. Einhver er fleiri. Einhver er fleiri. Já. Einhver er fleiri. Já. Fleiri. Það er mikið hugreiki til að rétta upp hend. Ég dáist að ykkur sem að rétta upp hend. Má ég biðja ykkur sem rétta upp hend, eru til í að koma hingað? Ég ætla að koma hérna niður. And Isabel is going to come down here with me as well, I think. Those who raise their hands to receive Christ are coming here up now. Ef það hefur aldrei tekið á móti Jesú Krist áður, þá langar maður biðja fyrir ykkur þannig til frelsis. Ef það hefur aldrei tekið á móti Jesú Krist áður. Þannig að ég ætla að segja bara stutt af bæn og ég ætla að biðja ykkur að hafa hann eftir okkur, eftir mér. Ok? Kæri Jesús, ég þakka þér fyrir að þú dóst fyrir mig á krossinum. Ég bið að fyrirgefa mér alla mína syndir. Ég fyrirgefa mér allt sem ég gert rangt í lífinu. Ég bið að koma núna inn í mitt hjarta og vera drottin í mínu lífi. Ég þakka þér fyrir drottinn minn Jesús að ég er núna þitt barn. Í Jesú nafni. Amen. Og veistu það að þegar áður en Jesús dó á krossinum þá sagði hann við okkur, ég skil ykkur ekki eftir einn. Þegar ég fer þá mun ég senda ykkur hjálparan, heilagan anda.
Og heilagur andi er persóna. Hann er persóna eins og ég og þú nema hann er Guð. Og núna ætla ég að biðja fyrir ykkur og þegar ég bið fyrir ykkur, ég ætla að biðja heilagan andi að koma. Ég ætla að biðja að koma og snerta ykkur. Ég ætla að biðja að koma og leyfa ykkur að finna hans nærveru, hans frið. Ekki fókusar á mig eða mína rödd, ekki gera það. Fókusarið á Jesú Krist. Ég ætla að biðja ykkur ekki leggja hendur á fólkið, ekki leggja hendur á fólkið. Og meðan ég bið fyrir ykkur, ég ætla að biðja ykkur að hugsa heilagan anda sem kemur núna. Drottinn minn, ég þakka fyrir einn og sérhvern sem hérna í kvöld, drottinn minn, sem hefur komið hér upp til að hitta þig. Komdu heilagur andi í Jesú nafni. Komdu og snertu við einum og sérhverjum, drottinn minn. Ég bið að koma og opinbera sjálfa þig, drottinn minn, að það megi finna þinn kærleika og þína elsku, drottinn minn, sem aldrei fyrr. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Komdu heilagur andi. Í Jesú nafni. Allir hnútarnir í þínu lífi, allt sem hefur orðið eins og bara hnútur á bandi í þínu lífi er að losna núna þegar ég bið fyrir þér. Heilagur andi er að leysa, hann er að leysa úr þínu vandamálu. Í Jesú nafni. Drottinn minn, í Jesú nafni. Komdu heilagur andi. Frelsi. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Með taktu eld heilags anda í Jesú nafni.